Velkomin í Game TV, við erum mættir aftur Tryggvi og ég og ætlum að vaða í það nýjasta sem að gerast í tölvuleikjunum og komið tíma að vera lengi í frí. Já, þetta var gott sumarfrí, við erum svo þingmenn, við erum í gott sumarfrí. Já, ég veit það. Við erum þannig, öðru leyti erum við ekkert eins og þingmenn. En það líkir ekki öllum illa við okkur og allt svo leiðis að. Nei, þú veist, talaði fyrir sjálf og þig. En hérna, við ætlum að byrja þetta á að prófa leikinn Control sem var að koma út. Þetta er finnskur leikur. Er þetta finnskur leikur? Já, og hann er gerður af þeim sömu og gerðu fyrstu Max Payne leikina, Max Payne 1 og 2. Okay. Og hann er mjög svona svipar eins og sér, hérna hann fer í hlutverk kvenhetju sem heitir Jesse Faden. Jesse Faden? Já, og missunum sem... Akkur er hann ekki með eitthvað svona, á það ekki gerst í Finnlandi? Nei, þetta gerist í Bandaríkjunum og í rauninni, í byrjun leiksins þá bara labbar þessi stúlka hér inn á sem heitir eitthvað, hérna kemur þetta, Federal Bureau of Control. Í Bandaríkjunum og þetta er eitthvað svona FBC. Já, ég get sagt því, ég er búinn að klára leikinn og ég veit ekkert almennilega hvað hann fjallar. Hann er mjög steiktur en hann er skemmtilega steiktur. En þú kláraði hann? Já, mér langaði að klára hann og ég gat ekki hætt fyrir að búa með hann. Okay. En samt meikar hann lítið sem. En fannst hann góður? Mér finnst það mjög góður en hann er virkilega böggaður að mörgu leyti. Okay. En þetta er hans aðalsöguhetjan og við ætlum bara að láta vaða í þetta mission hérna sem heitir My Brother's Keeper og þetta gengur svolítið út á, hún þarf að finna hann og þetta er svona einhver baksaga á milli þeirra systkina. Okay. Og hérna er mynd úr, hvað er þetta, Brokeback Mountain eða? Eru kúrikar hérna? Já, þetta er svona hestar og kúrikar. Já, það er tjald í fjallinu og Vasilindós, það er allt hérna. Heldur þú það muni eitthvað sem að breytast að þegar við spilum töluleiki þá ferð þú að skoða hluti sem að skipta engum máli? Ég vona ekki. Þessar tuskur. Ég vona ekki. Klósett. Það er nóg að því þessum sko. Og sko Jessie Faden, hún er ekki ein bara vennileg stelpa. Nei. Hún er með svona ofurkrafta. Til dæmis getur hún búið svona vörn, í kringu sig. Þetta er eitt Matrix-feelingur yfir þessu. Já, hún getur bara úr hverju sem er. Og svo getur hún líka, hérna, nei, það er ekki. Hvernig lukkar þetta her, hún er búin að taka út? Takk út. Já, þetta er bara smá spaslvinna og þetta er ekkert vesen. Það er hringi múrar og það er klárt. Það er reyndar á eftir að bætast inn því að ég er hérna miðbygg leiksins. Þá er eitt sem hún getur svifið líka. Það er sá fítur sem ekki komin inn. En annar fítur sem komin inn, ég get tekið til þessa vassvél, eða hvað þetta er, og skotið eitthvað, skilur, eins og þarna. Þetta var reyndar eitthvað eldfimt, þetta var ekki vassvél. Þetta var ekki... Þetta er ekki, sérðu, það eru grænir skjáir og þykkir og þetta er ekki í framtíð. Það eru grænir skjáir og þykkir. Og svo er það bara þannig að þú getur fengið mappið hérna, séð hvað er og þú veist, og það er einn galli við hann leik, hann ekki beint leiðir þið áfram á næsta stað og sér þannig eitthvað spurningaverki og guld og ég stundum mér í vesinn að komast þangað og ég þóra ekki að ábyrgjast að komast þangað í þessu klík. Þetta lúkkar alveg frekar svona augljóst. Já, en þú veist, en svo getur þú verið, þú veist, trúðu mér, það er ekki mjög augljóst. Nú, svo getur þú hérna í þá snerti skjáin og þá getur við verið með 2 byssur í einu og svo erum við svona weapons mod og þú getur fengið 3 svona slott á hvern og sett upp svona bara til að gera byssuna betri og svo erum við personal mod sem að þú getur verið betri að hérna regaina health og vera bara betri í allskyns hlutum bara betri lífi? Já, og svo er náttúrulega, þú veist, eins og þetta er svona material sem þú þarf til að uppfæra byssur og svona allt crafting dot og svo getur við fengið svona auka mission sem eru, þú veist, til dæmis þá setur við ákveðin markmið eins og hérna drepa enemies without dying búin að drepa 30.50 Við erum ekki frá því Jú, ég er með 30.50, slaka á Er þú? Já, þarna og collectibles sem er náttúrulega bara út allt þannig að þetta er ekki bara að vinda okkur í það Spenntur, hvernig finnst þér hann lítið út? Mér finnst hann lúkka alltaf læg, sko Já, og það er, sko, sjáðu fólk hangað í loftinu og allt eins og svona Akkur er fólk hangað í loftinu? Ég skil ekki alveg hvað er í gangi Nei, ég veit ekki Er þetta eitthvað svona future dót? Já, þetta er future, sko Þetta er ekki bara eins og einhver ríkisstofnun í Bandaríkjunum Akkur er þá með tölvuskjá sem er eins og sé eldgamall og þykkur Það er bara komið aftur, þú veist, vínillinn er komin aftur Já, þannig Og séðu, nú er það bara Nú er ég bara að byrja að segja BOOM, sástu þetta? Hver er þetta? Wow, er þetta Ólafur Þór Jóelsson, nýkomin sumarfrí BOOM, hendi back í hann og hvað BOOM, taktu þetta sæti í andlitið Sæti, BOOM, hvað séðu? Býtu vel, ertu búin að æfa þig sumar? Sástu þetta? Hann fikk gerfin, hann fikk gerfin Getur ekki kastað ykkur hellu í hann? Spekka Fokk Það er gamli Óli mættur Þarna, þetta var góð mínúta Þetta var geggi mínúta Þetta var geggi mínúta Býtu, what? Ó, hver kýldan? Það var ég Nei Akkur þú með full líf strax að hvað gerur eiginlega? Það getur fengið líf Kastaði síðan Kastaði síðan Wow
Það er eitthvað, ó, þessi guður er óþrandi, þeir eru með svona rockets. Þeir eru helvít erfið, þá bara kýlir maður þá í andlitið. Fokkarum upp bara. Hvað var ég, mamma búin að segja að vera að leika með rockets. Ok, og séu, og það er alltaf, já, nei, heyrðu, þessir eru rosalega, þeir springa. Hvað er þetta? Þú veist ekki vita, ég er að lenda henni í helvítsvössi. Ó, ég byrjaði svo vel, sástu hvað ég var flottur. Sástu hvað ég var flottur samt. Sástu hvernig ég afgreiddi málin. Ég var að hugsa það eitthvað, þú byrjar hann vel. Já. Bara kasta hlutum í þá, easy peasy, ekki missa líf. Var ég ekki að lúkka vel eða? Já, þú fórst í full panic mode. Já, ég veit ekki, ég ætlaði að vera aðeins, ég fór aðeins lengra en ég svona... Mástu þegar ég sagði, já, nei, þetta achievement að klára það þess að degi, við erum ekki að gera það. Ég er búin að drepa 34 félagi. Já, það er reynda parið núna í 0, að því ég drafst. Já, en þá kemur við að öðrum einu gallalegsins, það er svona langi loading tímar. Það er gallið. Og sástu, frameratið þarna. Já. Og það er líka þannig, þú lendir í stórum bardugum eins og ég var að lenda þarna á hann, að frameratið fer til fjandans. Í alvöru? Já, og þetta er leikur, nei, þetta er leikur sem hefur verið lengi í framleiðslu. Sjáðu. Impressive. Þetta er svona menni Black-Biss einhvern veginn. Já, þetta er allt þannig, þetta er náttúrulega í framtíðinni, sko. Sjáðu gamla. Ertu ekkert impressed af vinniðinum? Lætur þetta lukka easy? Já, þetta er fucking easy, sér. Þarna já. Búm, skjálaskapur í andlit. Kastaði meira. Búm. Nei, þessi bissa er eitthvað skrítin. Ok? Hvað reysingur er þetta? Var þetta, meinarðu? Búm, sástu þetta, tabla, hvítatabla í vegg. Ok, ekki alveg jafn impressive. Nei. Er þetta Ólafur fucking Jóhannsson eða hvað? Sérðu hvað er að gera hérna? Þú ert svo impressive, ég finn það bara. Þú ert mest í, það er enginn sem hæpar þig meira uppeldur en þú, sko. Wow, ég finn hvað þú ert bara spenntur fyrir mér í þessu leik, sko. Sjáðu, ruslatuna í andlit, búm. Veitu, er þetta alveg easy to control eða? Allt svona að kasta á þetta? Já, ég meina þú gerir það bara hér, sjáðu, skjálaskapur, sælega. Þú kasta bara hverju sem er? Já, meiri sé að það er engin hlutur, þá tekur þú bara úr veggnum. Það er ekkert verið að stoppa mann hér. Nei, þetta er cool. Af hverju? Sko, þetta er svolítið cool. Þetta er svona Star Wars-like, sko, þetta er svona smá Jedi mindfulness. Já, ert þú bara Obi-Wan Kenobi? Þú sjáðu hérna uppi hérna, hvíta barinn hana. Já. Það er, þú hefur bara ákveðið mikið, sem sagt, þú getur ekki gert það endalaust. Svo það sem var að segja lífið hlæðst upp, þetta hérna, að þetta er hliður upp lífið og lífið hlæðst ekkert upp í miðjum barda. Þú getur ekki hlaðið upp lífið þitt í miðjum barda. Það gerist á það? Já, það er því að náði í svona dót. Þetta kemur og leið og drepur eitthvað. Já, ok. Nei, hvert fór hann? Ef að fá skrifstofustól í andlitið. Hvernig var þetta? Hvernig var það? Hefur farið? Nei, hver er mættur? Pennin. Búm. Sástu þetta? Það var geggjað. Ekki? Hefur þú íhugað að taka þessar aukavinnu sem að semja one-linera? Þetta er bara geggjað. Ég er kannski ætti að gera þetta. Ég er sérstaklega með þennan árangur. Erum við að sjá hvort við takast þetta aftur eða? Já. Ég gef þessu 1 chance. Ég hef trúið, sko. Já, ég veit. Við erum komnir hérna eftir sumarfrí. Hvað er með? Hvað ertu með? Öskubakka. Búm. Smoking kills. Það skiptir engum máli hvað það tekur. Nei, örugglega mikið, sko. Þessi bekkur hérna, það er ekki gott að fá hann í andlitið, sko. Þú vonsi að það er hann að gera hann að baka með, sko. Hvað okkur dó hann ekki? Það er örugglega þetta. Einbytt þér. Nei, sælir. Svo, nú er ég að vera hérna. Þetta er líka með eitthvað fullt af cool hlutum í. Já, ég get eitthvað svona melee attack, ég get svona barið hann í andlitið með eitthvað stótið, séu. Og hvað er ég með? Ramma? Rammuðurna stól, hæ! Það er ekki að vissna með þig, ekki? Drap ég alla? Nei, hann er hérna. Slaka þú á? Hvað er þetta rauða? Rauða? Nei, það er þetta control. Sko, málið er, það er, sérðu, þeir detta inn í gírinn, þessi félagar. Já. Hann verður að springa. Svona, sérðu. Þetta er nefnilega vesið með þessa, það springa sko. Og springa þig í leiðinni þá? Já. Það er svona ákveðið vesið. Sjáðu hvað ég er nú aðeins meira controlled núna sko. Ég var aðeins svo æstur á það. Allt annað að sjá þig sko. Það er ekki aðeins svo æstur á það. En þið er ekki lóta það. Þetta er svona gauður með hérna, sjáðu. Nei, hvað er hér? Sjáðu það. Þú messar ekki við Óla Jó. Þú ert að fucking bara, þú ert að drepa á alla vegu sko. Og þá fæ ég svona control point hérna. Hreins upp svæðið. Og það er nefnilega, það er svona, maður er bara eins og Þórhallur miðill sko. Maður er að hreins upp svæðið hérna, það er engin rítir andar, séðu hvað birtir yfir öllu.
Eins og Þórhalli miðill. Já, eða Sigga Gling eða eitthvað, þú ræður. Þórhalli miðill er kannski svona gamalt referens, sko. Þegar frá því ég var ungur. Herra, en hérna, ok, svo á control point get ég auki abilities, það er svona skill tree í leiknum. Þannig að það er bara, þú veist, eins og gengur að gera. Það er klassík. Astral Constructs, þá get ég farið og breytt og uppgreitað vopnin og þarfst að hafa öll þessi úr sér material sem eru þarna. Og þetta eru byssurnar í leiknum. Þetta er basically bara vélbyssa, svona sniper og haglabissa, þetta er ekki flókið. Og svo mods, þá getur þú verið að modda þau upp og uppgreita þau og svona. Svo getur þú líka stundum hérna í sumum control points skiptum föt. Ef þú vilt lúkka öðruvísi og fara nýja búninga, þú klára leik. Hvað er boðið þar, Ólafur? Hvað ertu að gera? Ég hef ekki mikið verið að skipta föt hérna. Ekki? Nei, og svo getur þú farið hérna í eins og, ég er í helvítis vandræði með þessi hérna, og ég get abandon eitthvað svona verkefni og svo gerist annað í leiknum. Það er alltaf svona, þessi kvikindi sem ég var að ráðast á núna, að þau eru alltaf wandering ákveðna hluti og þú kallaður til. Þannig að það er endalegt svona side missions sem detta þarna inn og alls svona aukaverkefni. En allavega, hvert áttum við að fara? Containment, Panopticon. Við finnum bara hérna áfram. Við erum bara að finna Dylan. Ertu ekki spennt? Bara Dylan, það er bróðir hennar, sko. Panopticon. Heyrðu, það er hérna. Security. Þetta gæti orðið við. En hvað er lítið framerate í þessu? Já, tekur eftir því það? Sjáðu, Medical Way. Mér finnst ekki að það gæti því hingað til, sko. Nefna þarna bara alveg í byrjun, sko. Já, það er nýstaðin upp. Nei, heyrðu. Það koma aðeins, heyrðu, hvað er það? Hjólastöll. Þetta er ekki svolítið... Þetta er meant to be, sko. Þetta er nú ekki fallegt að vera að taka hjólastöll. Jú. Af hverju? Það er enginn að nota hann. Nei. Þetta er bara fyrir gesti, það er svona gestastóðlega. Ég veit ekki, af hverju er hann? Af hverju er bara... Ertu ekki spítalega? Nei, þetta er bara... Nei, þú ert inn í FBC. Sérðu? Það er bara, heyrðu, og hérna er hann. Takk þenn hjólastað með þér, hann er hérna resilient. Ég hafa hann bara með mér. Já, getur ekki bara tekið hann aftur? Nei, ég get verið með hann bara, líður betur. Já, ég var það. Svo er svona allt í svona shelters, af því ég hef allt fett í fjandans. Og það geta allir farið í svona safe room. Og svo út allan leik svona drasl. Svo getur farið allt í svona materials. Hvað gerir þetta? Það er bara materials. Já. Ég er með þetta bara allt, fullt af stöfi. Herru, hvert var hann frá? Farðu vinstri. Hvað? Farðu vinstri. Af hverju? Farðu vinstri, taktu hjólastafinn. Ég var með hann? Já. Ég er ekki viss ég kom honum í gegn, þetta allt sko. Jó. That's what she said. Wow, boom. Herru, nei, hérna lendum við vandræði. Helviti gott í hann. Já, það er að segja, þú vilt hafa hann með þér. Já, við erum ekki að fara hingað samt, sko. Nú. Jú. Vá. Nei, ég er ekki að fara rétta leið. Þú ert ekki að fara, nei, kannski ekki. Það er erfitt að sjá þessu mappi. Ég veit það, og það er einn af stóru göllurum í þessum leik. Heyrðu. Akkur ekki með hjólastafinn núna? Af því að ég er með fullt bara skrifborðsstólum og drasli. Heyrðu. Wow. En hvernig finnst þér lúkið á honum og fílingurinn? Þeir hafa verið gagnrýndir fyrir framerate. Já, mér finnst hann að lúka fínt, sko. Já. Ég er að fíla þetta koncept að kasta hlutum, sko. Já. En... Einu sem er líka gallið, þú veist, maður er að byggja upp eitthvað vopn. Sjáðu, svo getur tekið líkin af gaurunum. Það er þetta grjótart, sko. Það er mjög gott, sjáðu. Það er vinðinn í andliti. En þetta er svona bara. Það er þetta að saga lífsins, ha? Þú veist, svona er bara, þetta er leikur, þetta er basically bara skotleikur, svo eru þrautir, það er plattformelement í hún líka. Það lendir í svona stöðum þar sem það þarf virkilega að taka svona plattform, hérna. Nei, annar stóll og, heyrðu. Nú er ég hundum málum, heyrðu. Ekki fyrir, þú ert að hlaupa hurð. Þetta er allt í lagi, ég er að fara hérna eins og ná mér í health. A little laugh. Hvar var health því hérna? Little health. Já, þetta er svona, það eru plattformatriðar að hoppa á milli og svona lendir í. Svo eru þrautir sem þú ert að leysa eins og eitthvað völundarhús og fleira sem dettur þarna inn. Sem er alveg, þú veist, sem gerir þetta aðeins fjölbreyttara. En þetta basically er þetta bara skotleikur og þetta er mjög svipað og Max Payne leikinni basically voru, sko. Já. En ég meina, þú veist, af hverju kláraðir hann leik? Af því að það bara var eitthvað svona, það er eitthvað áhugavert í sögun, eitthvað svona spennandi intriguing þó ég skildi ekki megniða sem var í gangi. Nei. Þá var eitthvað svona við þetta sem að maður vildi, heyrðu, ég verð nú að fá að vita hvað er í gangi hérna. Okay. Og það er kannski ágætis svona dæmi, það er kannski einhverju sem skilja þetta. Ég er nú kannski ekki alveg skarpast í nýfinu í skúfunni, en þú veist, en ég bara, það er nú ekki sagt. Jó, nú ekki svo slæmur.
Já, ég veit að, en þú veist, við erum ekki að fara að ljúga. Heyrðu, Panopticon, erum ekki að fara þangað það? Ekki spenntur að fara? Þú veist, helviti spenntur. Hvað er framhaldið af því að þú set ekki skarpast í nýjum, þú ert það ekki skarpur, þú ert búin að gleyma sögunum fannst að segja um það að vera... Ég var ekki að segja hana sögu. Jesús. Sérðu það, hanga til í loftinu, þetta er auðvelt að vinna hér. Allir, á hverju gerist ekki þér? Það er allir hangandi í vinnunum, maður. Þetta er ekki gott. Ég var bara að bíða þér að segja, sko. Ertu bara að bíða? Mér finnst það alveg við hæfi. Varst það ekki góð? Jú, mér finnst það geggja þessi, hangandi í vinnunum, náður. Það er allir að hanga í vinnunni. Þetta er alveg vonluð stofnun, sko. Svona ekta ríkistofnun, allir hangandi í vinnunni. Fucking FBC. Heyrðu, heldur að ég finn, það er galljóðarleik, ég er alltaf svo villtur í þessu, sko. Þú ert samt búin að gera þetta áður. Já, það er nú óþarf að vera að benda á það. Séðu, svo eru leikar sem leikir svona vídeóum. Þetta er eitthvað svona brjálaður vísindabæði sem er búin að standa í þessu öllu. Já. Algjört við svona. Og hver er sagan bak þetta? Hvernig gerir þetta? Það veit enginn. Það veit enginn. Jó, hún er bara eitthvað, þú veist, hún er sem sagt, hún og bróður hennar lenti í einhverju helvítisvesinni og það er þessi kraftar og þessi stofnun er að leika sér með einhverja svona ofurkrafta og einhver svona sem þeir vilja ekki að verði opinbert. Þú veist, og þetta er basically bara þannig, svona eitthvað evil corporation bara með eitthvað vesen, sko. Okay. Og þessi bureau er ekki alltaf sem nú séð. En já, hérna kemur svona steikt atriði. Slekka ljósið, nei, hörðu, þetta er bróðurinn. Ha? Ég brá smá. Og svo detti ég inn á skemmtilegasta, mótel. Þetta er bara allt í raustu konar gamaldags mótel og þar þarf að leysa... Hvernig áttu að fatta þetta? Ég bara ítti nokksunum á. Já, þú veist... Ekki bara fallið andlit. Búm. Herri já, hérna þegar ég komast inn, en kemst ekki inn af því það er læst. Okay. Og móteli þetta kemur oft fyrir í leiknum. Þá þegar ég að hringja bjöllunni. Já, öskur og svona þinni. Svo fer ég inn á hótelherbyggi. Þetta er mjög steikt. Svo, hótelherbyggi er á hvolfi. Það er alltaf hvolfi. Og hérna er allt læst, sem sagt. Okay. Þá þegar ég fara aftur og hringja bjöllunni. Okay. Sælir. Og þá er jafnvel búið að breyta ykkur. Þá er búið að læsa þessu herbyggi og opna þetta. Hæ? Jep. Þetta er ekki, ég myndi ekki vera fyrst í þessu leik, mér sýnist þú ekki hafa allt sem þarf í það, sko. Ég skil ekki alveg hvað er í gangi, sko. Jó, svo þá er þetta komið. Hringir í bjölluna aftur. Já, hringja bjölluna aftur. Hvað, byrju, þú átt að gera hvað? Traverse the Ocean View Motel. Já. Opna hér. Já, átt að gera hvað? Já, veit ég. Já, Brokeback myndin. Búm! Wow! Sjáðu. Þeir eru að fara að skemmta sig þessi kúrekar, maður. Þeir eru ekki að fara að... Það fer enginn einn í tjaldið í kvöld. Þessum strákum. Heyrðu. Svo bara búm, 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 búm. Sko, opna eftir hér. Þá get ég... Fengi lyklana. Þessa lykla nota ég til að opna herbyggi sem ég get ekki opnað hann. Vá! Vá! Byrju... Ekki spenntur það? Og séu það kemur annars svona rofi. Bím. Ekki alltaf. Alltaf þrisvar. Fine Dylan. Ég skil ekki neitt hvað var að ske akkurat núna. Það er langt síðan hún og Dylan þekktu hvort annað. Það er langt síðan þau þekktu hvort annað? Já, ég meina þessi skil er ekki alltaf náinn, sko. Nei, ég veit það. Ég skil, byrju, hvað var þetta sem var að ske núna? Hæ? Þetta er bara svona... Er þetta bara eitthvað? Svona steikt. Já, þetta er bara svona steikt. Þessi er flottur maður. Ég er búin að gleyma þessu. Nei. Þannig að halda ég bara það allra síðustu hár sem er á hausnum. Já, það er flottur, sko. Hún er orðin the new director hérna. Og það gerist í byrjun á leiknum, sko. Hún er orðin director of the agency. Þetta er alveg lítur alltaf ágætlega út, sko. Já. En það sem er gagnrýnt fyrir, það er alltaf frameratið, hann er ekki með HDR, þú veist eins og þó að sé á PlayStation Pro eða svona þessum fullkomnari leikjavélum. Og í PC meiri sé er frameratið ekki nógu gott. Þannig í rauninni hefur hann verið gagnrýnt fyrir að hann hefur verið lengi í development, þetta er lítið development fyrirtæki sem heitir Remedy og þú veist, þeir voru ekkert að reyna að uppgreita. Hann bara, þú veist, það lítur alveg vel út, en það vantar samt í hann svona ákveðna hluti. En það er kannski bara svona eitthvað sem þú þarft að fórna, það er með lítið development fyrirtæki. Já, mér finnst hann alveg lukka vel, sko. Já, hann gerir það og ég meina það er fullt svona cutscenes. Já, virkar samt alveg pínu svona einhafur. Já, hann er það kannski, en svo kom inn á milli atriði eins og þarna mótelið sem ég sýtir á hann. Svo komum við svona vörlundarhús og fleiri svona atriði þar sem þú þarft aðeins að hugsa til að skoða upp eins og í Resident Evil og þú ert að læna einhverja skjái saman og þú ert með teikningar og þú ert að láta allt passa saman og lesa í einhverja svona teikningar sem eru á veggjum og þannig að það eru nokkur þannig atriði líka sem þú þarft aðeins að svona, já, passa hvernig hlutinir eru. En þessi er góður, er ekki að fara að finna til hérna, ég get ekki skipt þessu bara, öllum saman.
Subdue the Erum við ekki að fara? Benecraft TV. Nei. Ok, hvert er þið að fara? Ég veit ekki. Jó, hann er að opna fyrir okkur. Sko. Panopticon. Wow, Panopticon! Það er ekki Control hérna. Og Controlið og það er eitt stórgæti við það, þegar þú ert með þessu Control. Hérna byrjar alltaf að þú deyr. Ok. Stundum er mjög langt í að þú lendir í einhverju brjálugu aksjóni og drefst eitthvað og maður verður bara geðsjúkur að þurfa að hlaupa gegnum allt aftur og jafnvel að fara sama bardagan aftur og aftur. Sko. Já. Það er ekki gott sko. Þannig að ég held að við séum alveg að ná að klára þetta, ég var ekki búinn að sýna allt hérna. Svo eitt sniður sem ég elskaði svona leiki, þú getur ráðið hvorum megin miðið er. Það? Er það ekki til að? Jú. Þú veist, það er ekki alltaf hægt í svona leikjum. Shit, ég hefði aldrei pælt í því sko. Hefur aldrei pælt í því? Ertu meira fyrir lefty eða? Nei, það er bara eftir ef þú ert hérna með ekki. Jú, ég meina það. Ég meina þú veist, þú ert ekki að spila sneak sko. Einu sem þú gerir er að kasta hjólastól með menn. Já, ég meina það krefst ákveðnar hæfni. Hvert er að fara? Firebreak eða? First floor. Þú ert þar. Nei, ég er á fjórðu. Nei, ég ert á fjórðu. Nei, þú ert á floor 1. Er ég á floor 1? Já. Þetta er bara section. Vá. Vá, hvar væri ég án þín? Ég, þú veist, einhvers staðar bara í dimmu húsasundi, allt verið ömulegt. Ég var nú meira að hugsa í toppmálum. En já, förum upp. Ha, Dylan er að bíða eftir okkur. Lætur ekki Dylan bíða. Það er svo langt sem þið hittust. Já, ég veit það. Það er mikið að spjalla. Ertu ekki glaður samt? Hvað er langt síðan? Jó, þetta verður kósí sko. Herri, þetta er svona rólegt lyftatriði. Getur þú sungið svona lyftutónlistu með hann? Þetta er rosalega. Það var alltaf sami tóninn sko. Já, maður aldrei fara neitt. Þú mátt ekki ergja neitt með lyftutónlistinni. Nei, alls ekki sko. Ég held að Dylan sé inn í einhverju herbergi hérna, ef ég man rétt. Nei, Philip? Þetta er Philip, já. Það er eitthvað vesen á Philip. Það sé hann með gamaldags ískap að upp og það er allt mjög steikt í þessu leik. Það er ekki skítið, ég hef ekki fattað, þú veist, hvað það gengur. Hann er í einangruðu herbyggi með ískap. Já, það er allir sama. Hún segist alltaf að koma aftur. Já, við erum alltaf að segja Philip aftur. We ain't ever coming back for you, Philip. Never. Control point. Og þetta er checkpoint, basically. Já, þetta er checkpoint. Heitir bara control point. Heyrðu. Wow. Sjá, þessir, sástu, hann var að reyna að víkja sér frá. Já, badass. Not on my watch. Hvað gekkja? Ég hitt hann eitthvað ekki. Þetta er svolítið vesen. Þessi gaurar eru algjörð. Já, þú verður að vanda. Þetta er samt þessi græna, það er vinu minn. My friend. Kastaði þessu bíðan bara í hljóðum. Þetta er samt mjög cool. Hvernig þú kastar hlutum? Já, ég meina, physics er alveg, Physics er mjög cool, sko. Já, það er alveg mjög cool. Svo getur við tekið svona, hluti sem springa eins og eitthvað stótt, hérna. Já, svo hérna vasstankurinn á. Já. Það var kannski ekki alveg vasstankur, en svona, eitthvað. Sérðu, þeir eru nú alveg þyngdar sem að verið í gulli. Já. Sérðu, það er að loka. Hver kemur hér? Stúlkan með bessuna. Já, svo fær maður svona object of power. Það er nokkuð þannig í leiknum. Og þetta er alveg steikt. Þetta er mjög steikt, sko. Sérðu, bara fljótandi sjónvarp og eitthvað vesen, sko. Sérðu, það er samt eitthvað við þetta. Þetta er mjög skilur hvað er að fara. Já, þetta er mjög svona áhugaverð blanda því að vera FBC, eitthvað venjulegt og að þetta. Þetta er eins og verið einhverju bara spýtinni martröð. Ég veit, þetta er eins og verið martröð, sko. Já, sjáðu, þetta er alveg flott, skilur. Þetta er allt, sjáðu, þetta meikar ekkert sens samt, sko. Nei. Þetta er lúkað samt alveg, sko. Já, sjáðu, mér finnst þetta alveg svona, þessi atriði draga mig áfram í þessu leik. Já. En ég meina, þetta er Control, við getum hitt Dylan og kannski ekkert að vera eyðileggja fyrir fólki sem vilja spila leikinn. Nei. En hann er komin út, Control, komin á allar helstu tölvum, eða PlayStation 4, Xbox og PC. Þú ert bara að klára hann, ætlar að vippa í, þú veist, 1.10. Já, ég myndi gefa hann svona solid 7.5. Hann það vantar galla, það eru gallar í honum sem maður hefði svona viljað sjá, hefði verið sléttir út áður en bara leikurinn var gefinn út. En það er svolítið nútíma vandamál við leikjaframleiðendur. Já, heldur betur. Þeir bara gefa leikinn út og svo bara vona það besta. Svo bara platsaði það. Já, borga okkur fullt verð og svo lögum við hann á eftir. Já. Þetta er bara svo að kaupa bíla, þú veist allir bílaframleiðendur myndi gefa bilaða bíla. Já, það er nákvæmlega þannig, sko. Já, og það er bara, sérðu,
Þetta hörkubardagi framöndan eins og sér. Ég held að við látum bara, en ég þetta bara stu leið, sko. Svo kemur risa gaurar sem þú ert að berjast við, sko, sem eru algjört vesen og svona líka. Já, það er eitthvað við þetta kombati sem cool, sko. Já, það er svona, þetta alveg cool stöf, sko. Þetta ég man eftir þessu bardaga, hann fáralega erfiður, sko. Þannig við ætlum ekki að fara í hann. En ég myndi gefa honum svona solid 7-5. Ég skemmti mér allan tíman. Ég held ég verið alveg bara svona 15-20 tíma að klára hann, sko. Og ég var að prófa nokkur side mission og annað með líka, sko. Þannig að hann alveg langur. Mér hefur það eru hluti sem við hann sem fara töðar samt ertu að klára hann á 15 tíma. Já, bara kvöld eftir kvöld, ég bara kom aftur og aftur inn og var alltaf að spila og þetta var einu leikur sem ég spilaði meðan hann var í gangi. Þetta var einu sem bara svona, ég var alveg hugsjúkur með þennan leik. En 7-5, það svona tæknilegir, svona vankantar á honum. Já. En Control, og þetta mæla með honum fyrir þá sem vilja svolítið steikta og öðruvísi leiki. Hljómar vel.